ég var hana í 10-11 ránu, tókum peningar sem til hana. Býtu... það þekkt mál? Já. Þetta var, sko, ég heldur að það nú er að slá meti bara núna með peningarsendingunni, sko. Það? Já, ok. Hvað, er þetta eitthvað sönnulegt sakamálmálið það? Já, það er búið að fjalla þetta alveg. Já, ok. Við tókum peningarsendil, þannig að ég játa nú aldrei þetta máli, en þetta er fint. Já. Játaði aksturinn á mig, en ekki, veist, en alltaf skilji, en þetta var einhver, veist, 11 milljónir, veist, uppgjörið, en einhverja 7 milljónir í peningum og... Ok. Já. Býtu, þetta er árið... Ég var ekkert í einhverju búðakassavesinni, sko. Það dreftum ekki. Hvað ár er þetta? Þetta er 97. Já, men er þetta ekki þá ekki bara nánast stærra rán? Og meiri peningur þannig séð í dag? Já, þú veist. Nei, en það er alltaf sko stæðsta uppæð í peningum þetta sem hefur verið tekin, skilur. Já. En já, ég meina, þetta var bara eitthvað svona, ég náttúrulega lendi í gæsluvarðhaldi og fór bara beint í úttekt og endaði með 5 ár. 5 ár? Já, shit. Ég sagði alltaf við fangarna, það var svo gott hann í starfskynningunni í 2 mánuðinni, ég ákvað að bæta á mig. Svo næsið maður. Hvernig var þetta? Verið komin allt inn í fangilsi, hvað ertu, 21? Nei, þannig er ég sko... Það er stórun aðeins eldri, ekki? Já, þetta er 97, ég er 31. 31, ok. Já. Manstu hvernig er leið að vera allt inn bara... Sko, þegar ég fór hann inn í 2 mánuði, þú veist, þá var náttúrulega fangilsstofnun eitthvað bara, já, þú ert með lítinn krakka, þá setjum við bara í Kópavoginn og ég var búin að sofa innan nótt á 9 og bara sagði mér, þetta er með mikið með dóti, nei, á þetta fara austur, ég bara, þú veist, og ég var fegin, sko, því ég var komin austur og ömöld á 9, þó ég var bara inn nótt. Já, ok. En, þú veist, ég er nú bara svona, gauður, þú veist, sem að, þú veist, er ekki að selja frelsi annara, skilju, þú veist, ég tek minn skít, þú veist, og ég átt alveg, þú veist, ég var náttúrulega dæmdur, þú veist, það var skvíla á með hana eða strákanir, þú veist, en ég viðurkenndi aldrei aðild að þessu ráni. Nei. Og félagar sem voru, ég átti hugmyndina. En þú veist, þeir sluppallir, skilju, það var mikið mál, skilju, og ég var handtekinn í gullsportana í Brautarholtinu og, þú veist, bænum var loka, sko. Hvernig leiði þá? Þú sér bara hóp lögreglumanni kannski koma að þér aðna. Veistu þú bara, nú fokkaði kallinn upp? Nei, ég vissalega voru að koma, sko. Já, ok. Pappi hringdi mig. Já, það? Þú leita hans að þér? Pappi náttúrulega, þú veist, ég er svona gangsterskil, eða svona, þú veist, svona, kannski verið á skransinu. Já. Og ég var á bíl sem var skráður á hann. Og það var svona plotti, ég var bara langt frá ránstaðnum og voru 2 sem tóku peningarsendilinn. Þetta var Neosöfveg og þar í skefinu og þar. Og það var svona plottið, þú veist, ég ætlaði ekki að gera þetta, veist, en þeir voru að nuða í mér og eitthvað blað, veist, og ég bara, ok, ég verð þá bara þarna og þið dilli, veist, og þeir náðu ekki að rótaka hann, sko, og það var svona algjör slíst með einhverju 2 sem kom að stráknum, eða manninum, þú veist, að þeir taka rúnt í hverfinu og sjá þá stíga upp í bíl hjá mér alveg kílómetri frá, sko. Okay. Og það var bara, taka númerið, síðan bara því ég komin heim, þú veist, heim til mín með allt draslið og strákana og vegkonuna og krakkan og að fara að keyra þau í dagmömmu og fara í vinnuna. Ég er alltaf þessi gaus í vinnunni, og þeir þú veist, og ég reddaði einhverju spýtti fyrir þá og ég var ekki að taka neiskilu og þeir voru alltaf bara út í tjónaður og pappi hringir í mig og segir ég bara, hvað er bíllinn? Og bíllinn, hann er bara það sem ég laði honum í gær, sagði, ertu viss um það? Ég sagði, já, bara okkur, hvað er það að spá? Hann Eiríkur, hann eiganda 10-11, hringdi í mig og hann eftirlýs út einhverju ráni og ég bara, já, ok, ég get bara labbað út á stegagang og kíkt hvort að bíllinn sé ekki fyrir utan. Já, og ég bara með henni ekki eins og skilju. Ég sagði, hann er bara eina fyrir utan og hann bara, já, ég sagði, já, ég meina, þú veist, hvað er málið, pappi, sagði ég bara, þú veist. Og hann já, bara, ég veit, sko, Eiríkur sem átti 10-11, hann var með víðir sem var bara búið við hliðin og afa, sko, þessuna, að því hann sá bara nafni, þá tók hann upp símann, skilju. Já, tengjast eitthvað. Eitthvað bara, þú veist, svona gammalt, pappi, náttúrulega leigubílstjóri og þekktur og allt það.
og ég sagði bara, herðu, þannig að ég veit ekki þetta mál pabbi minn, veist, og er ekki lögreglan komin í þetta? Jó, já, þá hefur þetta bara sinn gangsæði. Ég sé við strákan var gera og græja og þeir klúruðu því aðeins, sko. Það var eitt sem var tekin, veist, þeir lokuðu bænum og sko ég handtekinn bara þannig í vinnunni, veist, 2 tímum seinna eða eitthvað. En þeir lokuðu bænum, þú veist, allar útgöngulegur úr bænum, það var bara póstar, lögreglupóstar og þeir setja, ég sagði bara, hei, farið bara, komið peningunum fyrir og haldið áfram með daginn. Það er bara einfalt. En þeir fara eitthvað og blanda einhverjum öðrum inn í þetta og hann tekið með peningana og leiðin upp í bústað eitthvað blabla skilji. Fuck up. Já, ég náttúrulega bara fór í gæslu og sagði, sko, gerði það og játaði aldrei aðalda þessu máli, sko, ég sagðist að það keyrt, vissi ekkert hvað þeir voru að gera. Já. Þeir blöður eitthvað í gæsluvarðhaldi og dróðu það tilbaka en ég fekk, það var fyrsta vikunarbrotið mitt, fekk 1,5 ár. Já, félagi minn með 28, sko, hann fekk 2,5 ár og hinn fekk eitthvað rúmt ár, skilu, hann var á skilorði. Frábært. Gæðin sem átti styttuna með mér. Já. Það voru þakkinnar. Þetta er alveg business alveg maður. Bara kjaftaði. Já. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.